Suðurland FM á miðvikudegi, það 15. janúar í dag. Við ætlum að halda áfram að hugsa vel heilsuna og tala hana og til mín eru komnar flottar stelpur. Anna Einarsdóttir frá Sportstöðinni og Andrea, Sóleyjar og Björgvinsdóttir. Er það ekki rétt? Jú. Já. Andrea, þú ert móðir, rithöfundur, feministi, ritstjóri hjá Kvennablaðinu, bartender, eitthvað meira? Vinkona. Já. Herðu, velkomna stelpur. Takk. Anna, byrjum á þér. Sportstöðin, hvað er búin að vera lengi með Sportstöðina núna? Þetta er 4. árið núna. Þetta er 4. árið? Já. Þetta líður? Já, við opnum sumarið 2010. Bara með pomp og prakt. Já. Og hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur bara gengið mjög vel. Þetta, þú veist, fór á hægt að stað og það var náttúrulega fyllt af svona alls konar byrjunar erfiðleikum og svoleiðis. Svo bara hefur maður verið að fínpússa þetta í gegnum árin og þetta er komið bara á rosa gott ról núna. Hefur þú alltaf verið áhugasöm líkamsrækt eða hvað var þetta kannski kallinn? Andrea, sko, ég hafði alveg labbað inn í völklassósuna áður, en það var svona aðalega kannski til að fara í litun og blokkun og svona. Já. En nei, þetta byrjaði eiginlega þannig að hann náttúrulega hefur alltaf verið að lyfta, hann Árni. Og svo lokaði eina líkamsræktarstöðin sem var einn á Selfossi. Og það var náttúrulega ekki nógu gott fyrir hann. Hann þurfti náttúrulega að lyfta. Jú, nákvæmlega. Þannig að hann fekk bara hugmyndaði að opna það bara stöð sjálf. Og eins og hann þá bara gerði hann það. Hann gerir allt sem hann vill. Fær hugmynd í hausinn og framkvæmir? Já, hann rosa duglegur að framkvæma. Nákvæmlega, láta drauma rætast. En hvað er það að bjóða upp á í dag? Þú ert náttúrulega búin að vera í fitness? Já, ég var í model fitness. Já. Ertu að taka svoleiðis að þér? Ekki ég sjálf, nei. En þið bjóðuð upp á svoleiðis eða? Sko, við erum Fríða, hún er einkaþjálfari hjá mér, hún er með námskeið sem heitir model fitness. Og þar ætlar hún að kenna stelpum eða sýna þeim svona hvernig að vera í virkilega svona ströngu aðhaldi og hvað þarf til að keppa. Er þetta erfitt að vera í svona model fitness? Strangt aðhald, segirðu? Þú getur bara spurt Andreu. Ég meina, já, þetta er náttúrulega bara gríðarlega. Annars væri allir í þessu ef þetta væri ótrúlega auðvelt. Andrea, ert þú búin að vera í þessu? Nei, þú getur spurt hana hvernig ég var. Já. Þurftu bara að horfa upp á hana. Og var erfitt að horfa upp á hana? Já, finnst það hræðilegt. Þetta er skemmtilegt. Þetta var ótrúlega skemmtilegt og ég bara, mér varst þetta mjög skemmtilegt. Líka bara því að mér gekk vel. Auðvitað skemmti það ekkert fyrir. Og hvað ertu lengi að koma þér í form? Þitt form sem þú vilt vera í? Ég, eða bara... Já, til dæmis þú. Hvað tekur langa tíma að vera orðin keppnisfæri í model fitness? Ég held sko að þú verðir aldrei 100% klár í hausnum. Ég held þegar þú ert komin í eitthvað svona keppnir og fitness eða vaxtarakt eða eitthvað svo leiðis að þá viljur þau alltaf mér. Og ég held að það sé ástæðan fyrir því að fólk fari úr model fitness, upp í vaxtarakt og fólk stækkar af því að þetta er bara eitthvað þannig sport. Þeir langar alltaf í meir, bara eins og golf eða whatever. Ég meina, ég hef aldrei heyrt neitt golfur að segja bara, jæja, nú kann ég golf, nú er þetta bara búið. Nú er ég hættur. Ég ætla ekki að læra mér. Ég meina, maður vill alltaf gera betur og... En þú, ákvaðstu að hætta þarna eftir og fórst að keppa í þessu eða? Nei, ég ætlaði að keppa mótið eftir á en þá fekk ég einhverja magabakteríu og var í útlöndum bara virkilega veik og þurfti að hætta við. Það tókst náttúrulega bara fyrstu keppna inn og rústa en það var ekki óþarfi að hangi þessu endarlegst. Já, bara on with it næsta. Nei, svo ætlaði ég að taka þátt núna og ég bara fór í bakinu jólin og ég bara eitthvað endalaust vælandi. Skreytingar? Nei. Það kannski kemur málun ekkert við. Eða sko, þú eiginlega bara að kæta mig inn í annað viðtal ef þú vilt sjúkrasögur. Já, nákvæmlega. En ef við tölum aðeins Sportstöðina, það er svona það sem við ætlum aðeins að einblína á. Hvaða námskeiðir eru með í gangi? Eða hvað er að bjóða upp á í dag? Bara alltaf besta. Já, sem er? Sem er bara
flottustu einkaþjálfararnir og ótrúlega flott aðstaða og ótrúlega skemmtileg námskeið og fyllt á opnum hóptímum. Og hvaða hóptíma ertu með til dæmis? ég með Body Pump sem náttúrulega alltaf vinsælt á Selfossi. Og svo ég með spinning á morgnana og bara svona morgunpúltíma og CRX Works, það svona 30 mínútna tími, stuttur tími en mikil keyrsla. Ert þú komin á lappir klukkan 5:30 á mótana eða? Ég? Já, eða það? Nei. Ekki alveg? Nei. Og þú veist með kennara til þess. Já. Já. Ég ekki að kenna sjálf. En það er glæsilegast þarna hjá okkur. Voru ekki komið með heitan pott og eitthvað svona? Er það vitleysið mér? Það var bara alltaf. Það var bara alltaf? Það var alltaf verið. Guða. Andrea, mér langar aðeins að spyrja þig. Þú ert ritstjóri Kvennablaðsins. Segðu okkur aðeins frá þessu blaði. Er það að tala um heilsu í blaðinu? Við erum með ein af stefnunum okkar er að tala ekki neitt um mæranir og útlit og neitt slíkt. Við telum bara alls konar merkilega hluti sem að konur út allt land er að gera og hvetjum allar þær sem að hafa eitthvað fram að færa að hafa samband við okkur. En við erum ekki lífstíls- og tísku ráðgjafa. Nei. En hugmyndin á bakvið þetta blaði er hver? Í rauninni að vekja athygli á því merkilega sem að konur eru að gera og leyfa þeim að koma á framfæri öllu því sem að þær eru að framkvæma. Vegna þess að það eru rosalega mikið til að merkilegum konum og mikið til að flottum fyrirmyndum sem að mér finnst að ég skilji að láta betri í sér heyra og láta þannig að það er ekki með það er bara að láta ljósitt skín. Já, þarna koma. Erum við heimasíðum? Já, kvennablaðið.is. En mér langar svolítið að segja varandi þetta ræktarmál að ég fór fyrir árið síðan fyrsta skiptin í líkamsræktarstöð grátandi með algjöra fóbíu fyrir því að vera í kringum hálfnakið sveitt og öskrandi fólk og það kom í ljós að það er síðan ekki þannig, manni þarf ekki að líða illa á svona stað en ég náttúrulega var með ákveðna liðveislu, ég var með önnu sem að drómi inn dag eftir dag og þó ég sé ekki ennþá farin að horfa stolt að sjálfum mig í speiklunum meðan ég er í ræktinni þá líður mér samt vel að mæta og ég finn mjög mikið mun á mér að hreyfa mig, bæði sérst andlega og líkamlega og ég hvet bara alla líka þá sem eru með fóbíu fyrir líkamsræktarstöðum að þetta er mjög notalegt umhverfi í spásstöðinni og það má alveg hringja í mig og ég skal vera liðveisla ef einhver þorir ekki að koma einn. Það eru allir velkomnir sko. Á ég að mæta? Að sjálfsögðu. Allir að mana mig þá með það? Þetta byrjum að láta mana. Ég skal mana þig. Já, ég kem. Ok, og hvað á ég að mana þig? Bara eitthvað. Að mæta. Já, fyrst bara að mæta. Viltu fara á svið? Svið? Já. Hvað gerir upp á sviði? Fitness. Right. Allar munum að núna í pottin. Já, ég fyrir hún í pottin. Ef að lækkar hitan. Byrjum á því. Já. Já, ég manaði til að koma og kíkja. Já. Labba, þetta eru 3 hæðir og... Já, ég hef alveg komið að inn maður. Ég reyndar ekki búin að lyfta lóðum, ég er búin að fara að inn. Já. Alltaf símir hringi beinni. Þetta var bara búið. Það var það bara búið. Nei, þetta er ekkert búið. En eru þið með eitthvað tilboð núna í gangi? Já. Á smástöðinni? Sko, við ætlum að bjóða fólki upp á að ef það svaraði. Þetta er símið minn. Að við erum sérstætt með svona vildarklubb þar sem þú ferð í áskrift. Já, þið ákveða að framlengja það líka aðeins. Já, það er svo flott tilboð og fólk er svo ótrúlega ánægt með hennan vildarklubb. Þá borgar bara 4.500 á mánuði og þú færð svona kort sem að veiti þér afslætti í ótrúlega flottum fyrirtækjum út allan bæ. Og það eru ótrúlega margir sem að nýta sér þetta. Og það er líka margir sem hafa kannski ekki kostaði að staðgræða áskort bara í einu og þá er svo gott að geta skiptið sér svona niður á mánuði. Nákvæmlega. Og svo hvet ég bara alltaf að koma, það eru allir velkomnir og starfsfólki mitt er svo æðislegt. Við tökum vel á móti öllum. Hvenær opnið þið á mótana? 5:50. 5:50? Þú ætlar að mæta þá. Já, ég get meina, ég er alveg laus til 9. Já. Það er ekkert mál. Okay. Og eftir klukkan 1?
aftur klukkan 1. Það er náttúrulega frábær tími. Hún borðaði vel í hádeginu og svona. Eitthvað holdur gott. Eitthvað að lokum, stelpur? Andrea Sólegar og Björgvinsdóttir. Ég bara hvet alla til þess að koma í spástöðina og alla til að lesa Kvennablaðið fyrst þegar koma hérna auglýsingu í leiðinni. Já. Bara elsku selfissingar. Endilega. Farið á kvennablaðið.is. Og Anna, eitthvað að lokum? Já, addið okkur á Facebook, spástöðinni. Hún er miklu meira virk, Facebook síðan okkar heldur en spástöðin.is. Því miður, ég kann bara ekki nógu vel á heimasíðuna. Ágætt lokaorð. Anna og Andrea, takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Já, takk sem leiðis.